Velkomin í innri hug íþróttarinnar með Emil Steinar. Markmiðið með þessa þáttum er að ég get hjálpa þér í gegnum daginn hvort þú sért í íþróttum, líkamsrækt eða út í hreyfingu. Til dæmis úti að labba, úti að hlaupa eða úti að hjóla. En aðalmarkmiðið er að þér líður vel og þú sért ánægður þar sem þú ert núna. Að þér líður ekki illa og að þér finnst þú vera einskis virði. Það er ekki satt. Allir eru mismunandi. Mitt markmið með þessum þáttum er að hjálpa þér, eins og ég sagði, í gegnum daginn. Líka að þú getur náð í mig hvenær svo þú vilt og tala við mig hvað er ángraðin og að ég ná til þín á meðan þú ert að hlusta á þættina mína. Þá líður mér vel eða þér líður vel. En við skulum ekki tafa þetta lengra og við skulum skella okkur í þátt dagsins. Velkomin í innri hug íþróttarinnar með Emil Steinar. Í dag ætla ég að tala um hreyfingu og hvað hreyfingin gerir gott fyrir fólk. Til dæmis núna er ég upp í sumarbústað og ætla að fara út að labba. Og kannski menningin með góður hreyfingu er það að hvað góður hreyfing getur gert fyrir fólk og hvað styrki líkama og sál fyrir fólk að fara út að labba og að það þarf ekkert að vera neitt erfitt eins og það gerir að fara í skó, klæða þig vel upp og fara bara út að labba. Hlutinni eru kannski ekki auðvelt fyrir sem fólk en fólk sem treystir sig bara út að labba, það getur verið löng labbitúr, stutt labbitúr, getur verið að labba bara í hús heima hjá sér eða bara fyrir utan heima hjá sér og aðalatriðin sé bara að koma hreyfingunni á stað hjá fólki og já, ég veit ekki hvað meira að tala mér finnst alltaf gaman bara í stundar sjálfur íþróttir og er mikið að labba á daginn en kannski fyrir annað fólk er það bara að þora að fara og gera eitthvað skemmtilegt út að labba, út að hlaupa, út að hjóla skiptir ekki máli. Hlutinni eru kannski ekki auðvelt eins og ég sagði en maður reynir að gera sitt besta og held að það skiptir mestu máli. Að taka áhættuna að koma sér í betra form og að líða bara vel með sinn eigin líkama og andlega líðu. Stundum líka gott að fara út að labba bara og að koma sér burtu frá stressi og miklu álagi. Stundum fyrir fólk bara eitt út að labba, einn út að labba til þess að bara hreinsa hugan og hreinsa hugan og endurnar hugan. Tæma hugan, hugsa bara hvað var mikið stress núna hjá mér og mikið álag bara í vinnunni og í daglegu lífi og hvað ég segja bara mikið álag bara á sem ekki gott fyrir fólk að vera mikið stressa eða mikið álag hjá sér dagstaglega þannig sem við fara bara út að labba og reyna að tæma hugan. Það er bara mismunandi hjá fólki hvort það sé tilbúin að taka áhættuna eða ekki og að þú þorir bara að gera þannig já kannski segi ég eitthvað meira á eftir, kannski ekki en já, hvað veit maður. Takk fyrir að hlusta. Ég skemmti mig konunglega en þú og mér fannst það voða fræðilegt
sem ég var að tala um í þættinum í dag. Ég vona líka að hann hafi hjálpað þér í gegnum daginn á meðan varst að hlusta á hann. En ég ætla ekki að hafa lengra og ég mun sjá þig í næsta þætti.